umhverfisráðuneytinu. Ertu þess að segja það að embættismennirnir séu þá spilltir? Ekki þeir séu spilltir. Þetta er það sem ég er ekki að segja séu spilltir. Ég er að segja að þeir eru með mjög fyrirfram mótaðar skoðanir. Þeir eru inn í mjög þröngum kassa og hafa verið árabil. Býtu, ég get ekki lagt annan skilning í það ef embættismenn eru að ganga erinda einhverja hagsmuna að afla í sínum ráðleggingu til ráðherra. Þá er það ekki annað en bara spill. Þeir gera það eflaust í góðri trú. Þeir gera það eflaust í góðri trú. Málið er, þetta er alveg eins og í Seðlabankanum, hagfræðingarnir í Seðlabankanum. Þeir eru í sínum eigin litla bergmálshelli og enda hafa vakst ákvarðanir og Þú veist að þegar Sjálfstæðisflokkurinn væri búinn að koma fyrir mönnum í ráðuneytinu sem væru bara gengju erinda þá útgerðar. Það eru ráðnir. Þetta er mjög alvarleg ásökun. Nei, þetta er bara það sem gerist. Þetta er það sem gerist. Þegar stjórnmálaflokkur er búinn að ráða lengi einhverju málaflokki, þá er það fólk sem þessi stjórnmálaflokkur ræður inn. Það eru ráðherrar þessa flokks sem hafa skipað þessa embættismenn. Þess vegna hef ég fullan skilning á því að þegar ný ríkisstjórn kemur sem ætlar að reyta stefnu, að þá reiði hún sig ekki blind á ráðleggingar þessara embættismanna. Ólafur, þú voru bara að vera út í þessum skurði. Mér langar að bæta hérna við eina efnislega. Það er bara einn maður út í skurði hér og það er þetta að sko, sjómenn hljóta að segja sem svo úr því að ríkið leggur þarna til grundvallar nýtt verð, það er að segja þetta norska verð sem að ríkisstjórnin kallar hið rétta verð, þá hljóta sjómenn að gera þá kröfu til þess að aflahlutur þeirra taki mið af þessu verði. Nú eðlilega. Og þá er þess að gæta að þá er bara spurningu það, ef að það gengi eftir, þá er spurning hvort að nokkuð skip er gert út í veiða þegar það kemur að villjóðafisk. Við skulum sjá hvernig þetta fer að Þessar útvegsbáðir er alveg kostulegar. Það minnir á áróðusauglýsingarnar. Það er ekki það opnað fyrir sjónvarp núna þessa dagana og þess að koma einhverjar framleiddar, pródúseraðar áróðusauglýsingar frá samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi, gamla LÍÚ, þar sem verið að mæra sjávarútveginn. Það er ekkert minnst af allar heildsölurnar. Öll fyrirtækin sem að gróðinn og sjávarútvegi hér á höfuðborgarsvæðinu. Það nennir enginn að lesa það. Þetta er það sem þjóðin vill fókusera á. En er það ekki eðlilegt í okkar kerfi að þegar fyrirtæki skila einhvers konar arði að þau fjárfesti í óskyldum greinum? Af hverju er það óeðlilegt? Ég er ekki að gagnrýna það að fyrirtæki sem skila arði, en það